Blöður hafi göngu sína. Já, fólk getur hætt að bíða því að þeir eru sestir hérna strákarnir. Sveppi Krull og Uti Blöð. Já, þetta er hafið, eins og ég segja. Já, og við erum ekkert yfir það hafið. Nei, ég ætla að byrja því að bjóða þig velkomin. Já, ok. Og gaman að sjá þig. Gerðu það? Velkomin. Já, takk. Þú sagðir ég ætla að byrja að bjóða þig velkomin. Já. Maður segir átt, já, ég ætla að byrja að þakka fyrir eitthvað svona. En þakka svo ekkert. Nei. Það er svona, þetta er fólk þar aðeins að hugsa hvað er að segja. Já, staðin er 1-0 fyrir Tékkland á móti Grikkjum. Ég veit að það er öllum drullu saman að núti. Þetta er svona riðillinn sem enginn ennir að fylgjast með. Nei, kannski ef að menn eru með eitthvað smá monsa undir á þessum leik, þá ennir að horfa hann. Ég er ekki búinn að horfa á einn leik. Ekki einn leik? Nei. Í alvörunni? Já. Veistu hvað, ég er orðinn alveg svaðalega mikill aumingi. Já, þegar þú segir það. Þú fer aðeins að hnýta í það. Já, en það kemur alltaf betur og betur ljós hvað ég er algjör aumingi. Hvað, hefur ekki tíma til þess að horfa í fótboltaleika? Jú, maður bara gefur sér ekki tíma. Svo maður alveg sama, ég er hættur að fylgjast með landsliðin í fótbolta, ég er hættur að fylgjast með íslenska landsliðin í handbolta. Hvað fyrir? Ég fór alltaf á alla landsleiki, ég fór alltaf á IR-leiki í handboltanum og það var alltaf svona, þú veist, stemming, sko. En bara Nenni bara engu. Það er lélegt. Það er ömurlegt. Já. Ég er ekki þessi maður sem ég vil vera. Rifðu þau bara raskatinum. Já, hvað er rugluð í gangi? Hvernig er staðan? Það er staðan 1-0 fyrir Tékklandi. Maður þarf að tippa á þetta til að nenni að horfa á þetta. Já, til að horfa svona leik, þá þarf það að vera með bíliðin undir. Það er bara þannig. Þá nennir þau ganski að stressa þá. Mér sýnist nú Tékklandi verið að komast í 2-0. Já, 2-0 fyrir Tékklandi. Voru þeir að skora? Já. Var það flott mark? Nei. Ok, klassi. 5,5 mínútur búin, 2-0 fyrir Tékklandi. Herðu, það er hins vegar, skal ég segja, frábæð þáttur í okkur Sveppa í dag og hann þarf einmitt að lýsa hér á eftir 1 mínútu, þannig að það er nú kannski ágætt að þú horfir hans á þetta og kynnist liðinu. Þarf ég? Já. Ég tek það ekki mál. Ég og Bjössi keppti mér í sig í gær og það sem þú ert að gera þú ert að lýsa 1 mínútu leiknum eins og að sé viðbjóðslega spennandi þó að sé ekkert að gerast. Já, bara hötti magg eitthvað. Já, bara taka hötta magg geðviki á þetta. Ok. Það er hér á eftir, svo erum við með sturlastaðarendur eins og alltaf. Ég er spenntur fyrir þeim, ég er farin að sakna þeirra. Já, við ætlum að reyna að ringja í Múttu eins og við gerum reglulega á þriðjudögum. Sakna hennar. Já, veistu það líka, með Múttu, þú er ekki heilt lengi inni núna. Svo var Herbert Guðmundsson, hann er komin á fast núna, pikkfast. Sá það. Ekki Mútta, ég ætla að spyrja hana, ætli Herbert sé típan fyrir Múttu? Já. Mist hún af Hebba eða? Já. Misti mamma mín af King Herb? Já, og hugsaður ef þú getur verið að kalla hann pappa. Já, það var nú bara rándýrst, Hebbi pappi. Hebbi pappi, gott aðeins. Það væri flott. Það væri rosalegt. Svo ætlum við líka að fara í Veistu hverju var? Eða Sigga Löðhóttnu okkar. Já, stórkostlegt. Hann er með nýjan þátt í dag. Og svo er splunkunýr dagskrárliður sem heitir Talað yfir símtal. Og þá ringjum við Sveppi hérna einhvern út í bæ. Og það svarar einhvern nema það við tölum bara yfir það. Við erum bara að tala okkar saman og hann er bara óvænt inn í símtalinu. Já, þetta er dæmt til að fara úr skeiðis. En það gætur að skemmtilegt. Og við erum bara gæjar sem þorum. Og það er eins og ég segi sko, þeir þóra sem skora. Þeir skora sem þóra. Já, fyrir utan það. Já, þannig að það er þéttur og skemmtileg þáttur í okkur. Hvernig er svona áður í að henda á fyrsta lagi dagsins sem er Coldplay? Já. Með Paradise. Hvernig var helgin hér? Helgin var yndisleg. Já. Í alla staði maður. Hvað gerður á föstudaginn? Ég fór út að borða á föstudaginn. Út að borða, það hefur verið gaman. Gerði vel við mig í mat og drikk. Glæsilegt, hvernig endaði það kvöld hjá þér? Aðalega gerði ég vel við mig í drikk. Hvernig endaði það kvöld hjá þér? Það endaði bara heima á kottanum. Hvernig fórstu heim? Tók leigubíl. Það var allt og það var crazy stuð sko. Við getum orðað það þannig að það var Breiðholtið sem að talaði í gegnum þessu veppin. Coldplay, þessi strákar og eru Íslandsvinir. Mér finnst það alltaf jafn hallarslegt þegar að vera að tala einhverja hljómsveitir og einhverja einstaklingar sem Íslandsvinir þó er að koma þetta tvisar. Já. En þeir eru víst Íslandsvinir. Já, það er allir orðnir Íslandsvinir. Já, það er allir búin að koma hérna. Það var eiginlega svona meira eitthvað í gamla, eitthvað frægur mætti til Íslands, þá var það merkilegt að því að gerði svo sjaldan. Já. Núna er bara Chuck Bass úr Gossip Girl hérna annað hvern föstudag og... Já, Quentin Tarantino var hérna dauðadrukkin og... Já, þetta er bara orðið eins og þetta er Vegas. Kiefer Sutherland. Já, ég meina Harrison Ford. Tom Cruise er að þetta klaka núna, ætlar að halda upp á 50 samali sitt hérna. Sæll. Þú ætlar til að hitta hann. Já, hverju? Heldur hann sé eðlilegur? Eðlilegur? Já, meina hann sé bara eitthvað rugglaður eða? Já, ég meina hann var... Bara sé bara eitthvað rugl. Hann var hoppand á sófa í óperu og var sér til skammar, ég held að hann sé... Já. Hann er samt legend. Tom Cruise á ekki marga lélega myndir. Nei, það er reyndar alveg rétt. Það er það sem heldur hann á floti hvað hann er góður leikari þótt hann sé algjör bjáni í einkalífinu, þannig séð. En við vitum ekkert hvort sé algjör bjáni í einkalífinu. Já, svona miðað við það sem maður heyrir. Já, eða hvað hann gerði í sem þætti þarna. Annars hefur hann alltaf hagað sér. Já.
En þetta hefur verið eitthvað flip sem að fór úrskeiðis? Flip sem fyrir úrskeiðis? Hver hagar sér svona? Æ, ég veit ekki. Hvað þarf það að gera? Ég ángríns, þú myndir ekki sjá mig. Ég meina, sástu Benna Elnings í Loga í byrni? Já, reyndar. Hann fór alveg í ruglið þegar. Já, reyndar. Hann slapp vel frá því. En hann, já, ok. Ok, skulle gefa Tom Cruise það, þetta var bara eitthvað flip í honum. Heyrðu, það er sól alla helgina, maður. Það er sól alla helgina, segir Sverrir Þór Sverrisson. Ég er hérna á veðrinu, sko. Já. 15. júní, föstudaginn, sól. Sól, ok. 16. júní, aðeins skíðað. Aðeins skíðað, já. Ertu að fara í veðrið áður fyrir mig slúðrið, eða? Já, bara örstutt. Ok, já. Örstutt, 17. júní, skíðað. Hvað ert þú að gera 17. júní? Er það skemmt einhverju börnum? Nei, veistu hvað ég ætla að gera? Hvað? Ég ætla að vera í einhverju húsi lengst í Raskati. Já. Bara hérna, einn og yfirgefin. Nei, með fjölskyldunni. Og einhverju fólki. Nei, fjölskyldunni. Bara þú einn og Jack. Og restin. Jack og Jim. Já, Jack og Jim. Já, þetta var veðrið í FM 95 blöðum. Takk fyrir það, Sverrir. Og úr veðri yfir í slúður, það er alltaf að gerast í þessum þætti hérna. Ég ætla að byrja á því að segja ykkur frá Justin Bieber, en hann þurfti að yfirgefa hótel sitt í London og á dögunum. Þar sem að það spurðist út að hann væri að gista á þessu hóteli og það bilaðist allt. Unglingsstelpur og fleiri þetta í London lögðu símakerfið og annað á hliðina. Nó, akkur. Því við vorum að reyna að ringja og fá að tala við Justin Bieber. Það er að fólki. Ástæðan því að fólk, þjappaðist þar fyrir utan. Það er svo miklu hálf. Og það var múæsingur þar. Það er svo miklu hálf. Spáði ég að því að einhver 18 ára úlingu frá Kanada inni í einhver herbygginu, þá fer bara allt á hliðina í London. Og allir að ringja eins og þessi glæta bara, can I talk to Justin Bieber? Yes, just wait a minute. Justin, there's a girl on the line here for you. Do you want to talk to her? Yes. Hello? Hello. So bara, okay, thank you. So bara næsti, can I talk to Justin? Yes. Yes, okay. Justin, can you take another call? Yes. Justin. Okay, thank you, bye. Þetta er bara rögg. Þetta er ólíklegt, þetta er mjög ólíklegt. Þetta er algjört. En myndir verður hún alveg hreinskilinn, ef þú fengir tækifæri á að hitta Justin Bieber, myndir þú þykja það? Þykja það? Já, það kæmi til einhver maður núna sem þú þekkir hérna frá Ísland og segir, herðu, ég mynd Justin Bieber þetta melgin, langar að hitta hann á laugardaginn? Nei, ok. Aldrei. Ok. Það bara, veist, það er null, sko. Ég væri svo guðslifandi fegin að vera laus við að hitta hann. Ég myndi gera allt, bara ef ég vissi af Justin Bieber á Íslandi, þá myndi ég fara í helgaferð til London. Já, en nei, menna þú er ekkert á móti að hitta hann. Hverju anskotanum ætti ég að hitta Justin Bieber? Taka smá viðtal við hann hérna eða eitthvað? Já, kannski viðtal, ég væri til í það, en ekki eitthvað bara svona, hey Justin, you know, hitta hann bara Londromat einhvers þar. Já. Næsta slúður er af Carrie Underwood, en þessi Idol-stjarna, eða stúlka sem að vann American Idol hérna, 2005 eða eitthvað. Man ekki alveg hvenær, öllum drullu saman að hún styður homma og lesbíur og, hún styður hjónaband. Miðað við alla aðra í Ameríku. Hún styður hjónaband samkynniðra. Það var það sem ég ætla að reyna að æla hérna út um mér. Og þetta kemur vissulega óvart þar sem að hún er devotedly Christian og er mjög trúið manneskja, en segir hér að hún get ekki hugsað sér að, hún er gift sjálf og get ekki hugsað sér að vera að neita að fá að giftast þeim sem hún elskaði mest. Og þessna styður hún þetta, en hún er að fá svolítið skít frá fólkinu, country fólkinu sem sagt. Já, hún er country. Já, hún er mikil country-stjarna og það er eiginlega bara svona hjólhýsið og hyski í Bandaríkjunum sem er að hlusta á countryið. Já, og þetta suðræna hyski vill ekkert að samkynniðu sé að gifta sig. Og ekki þú fara að hlæja mér og tala við mig Suðuríkin. Ég bjóð hann í Oklahoma, kallið minn. En ég þekki þetta. Já, bara ef þú kaupið hjólhýsi, ertu bara mótið hommum fyrir vikið? Já, það liggur við. Hún er fætt 10. mars. Já, takk fyrir það. Svo er það síðasta slúðrið. Það er Danny sem er 33 ára gamall og er sonur George Harrison. Já. Hann var að gifta sig helgin og þetta hérna er í FM slúðrunum og sem að kemur beint frá Bandaríkjunum og hér stendur, nú ætlum ég bara að lesa á ensku. Okay. The 33-year-old son of late Beatle George Harrison and George's second wife Olivia secretly tied the knot with Icelandic former model Solveig Káradóttir over the weekend in his native Southburn, England. And wouldn't you know it, Stella McCartney designed her dress. Among with a celebrity guest at the ceremony were surviving Beatles Paul McCartney and Ringo Starr, along with Tom Hanks and Clive Owen. Það var Íslendingur þarna við þessum. Já. Hún var alveg brjáluð við eitthvað blaða því að við skulum það ekki fyrst þetta mikið feimnismál. Þórunn Antonía. Nú er hún brjáluð við þig alveg sem hún var brjáluð við D.O.F. Það er alveg fjallum þetta. Ég er bara fjölmiðlamaður. Nei, það vitið allir. Það skiptir engu máli, sko. Þetta er víst dóttir Kára í D-Code, vissir það? Já, þannig að sko, George Harrison, fyrirverandi Beatle, og Kári,
Hvað eru þeir? Hvað kallast þetta? Allast gerist þess að... Jú, þeir eru feður. Já. Það var slúðrið. Hér rétt andan við hornið Sveppa fara að lýsa fótboltaleik. Ásamt því að við tölum við símtal og förum í veistu hverju var. Svo skemmtilega til að þetta er gömul gestaþraut fyrir stjórnendur mína. Það var að syngja lagið Euphoria. Bæði við rústaði. Já, fekst flest like á vísi.is. Fekk ég? Já, fekst 750 likes. Hjöppi var í öðru sæti með 400 held ég. Vann ég? Já, ég sá ekki, ég man ekki hvað Pétur Jóhann. Ég held að þú var unni. Akkur sagður mér þetta ekki fyrr? Ég vissi ekki af þessu. Ég vissi bara ekki myndi skýt í því að spenna yfir þessu. Þú sagðir ég hef verið ömulegur, þjóðin elskar þetta, þú hatar þetta. Það voru allir lélegir að syngja þetta. Ég reyndi þetta í gær á viðbjóðu, sko. Það var ekki að syngja sigurlagið þetta. You thought you never till the end of time. Heyrir alveg hvað ég silki mig fyrir það. Já, þetta er enda flott þarna hér. Jöfull, gaman að heyra þetta og þú ætlar að vera með velun sem enginn færir eða var það bara lygi eða? Það er hérna, æðibítar. Æðibítar, já. Taktu þetta hérna, það mátt eiga. Nei. Jú. Ég vil ekki sjá hennar. Hvað er því að fá æðibíta í velun? Já, ég var til að fá stærri bita kannski. Það er svona einni svona teaser fyrir mig. Einni teaser, en það er hins vegar ástæðan fyrir ég að ræða þessa gestaþraut sem við vorum með daginn, er að það er komið ný gestaþraut í gang. Já. Það veit svo skemmtilegt til að nú er alltaf EM í gangi þegar við erum með þáttinn hérna klukkan 4. Og ég ætla að nýta með það og við byrjum í gær á Birni Braga. Ég og Björn Bragi fórum í keppni, þannig ég er basically búinn líka. Það sem átt að gera er út að taka leik, þegar ég segi bara 1, 2 og byrja, þá átt að lýsa eins og að sé allt vittlust að gera í leiknum. Þó að sé ekkert að gerast og eitthvað svona ömulegt, þú átt að reyna að búa til mjög spennandi mínútu úr engu. En núna er til dæmis markmannskipti hjá Grikkjum. Já, sem er ótrúlegt. Kostas Kalkis. Ég ætla ekki að láta það. Miklas Alfekis. Hann hefur meiðst eða eitthvað. Hún skiptir ekkert markmann út af. Leiðu leikunni fyrir aftur, eða boltið fyrir aftur í leik, þá byrjaru. Ertu klár? Þeir eru að fara að taka þetta innkast og það eru tjekkar sem eru rauði, svo ég hjálpa þér aðeins. Það er að keppa við Pétur og Björn Braga og alla og getur unnið. Já, og getur unnið hraunbita. Já, getur. Herðu, þá er boltinn kominn í leik. Þeir eru að fara að taka hérna útspark og þegar hann tekur útspark, já, byrjar þetta. Ertu tilbúinn? Þetta er Sveppi Krull í gestaþrautinni. Hverir eru rauðir? Rauðir eru tjekkar, hvítir eru grikkir og grikkir eru með boltan. Grikkir, þetta er grikki? Já, þetta er grikki. 1, 2 og þá hefjum við þessa gestaþraut. Gjörðu svo vel. Og það er búið. Já. Þú varst þetta heppið með þetta. Dómarinn datt. Dómarinn datt. Tjöfull var ég góð. Æ, svo góð ég svo. Þetta var allavega þitt framlag og þú stóðst ágætlega. Sérðu, dómarinn, sér hann, bang. Hann hleypur á hann. Það er alltaf fyndið þegar dómarinn dettur. Já, þetta er eitthvað svo vandræðilegt. Já, þetta er ömurlegt. Þú veist að pabbi minn var dómari, fótboltadómari. Í Bridge, já, kannski. Nei, hann var fótboltadómari, Kitty Blöndal. Vá, býta, var pappinn lúði bara frá A til Ö? Hvað, þið eru bara að lúða sem dæma og spila Bridge? Er pabbi þinn eitthvað að rifna úr svalleika eða? Er nú bara ekkert betur en það sé ekkert að því að dæma fótbolta. Heyrðu, algjör óþarf að fara að draga pappa minn í þessu umræði. Heyrðu hvernig ég gerði þetta? Ég andaði ekki í heila mínútu. Nei. Andaði ekki. En þú hélst rosalega sama tón. Já, það er náttúrulega það sem að þarf ekki. Hann send, þú veist. Já. Þannig að þetta var í rauninni alltaf jöfn spenna hér. Já, bara ný taktík. Ný taktík og vonandi virka hann. Þetta er í höndum hlustanda.
1011 Austurstræti dagana 11. til 15. júní og nældur í Lays snakkpoka. Heppnir viðskiptavinir geta nælt sér í hinn umtalaða Lazy Spa Rafmagns nuddpott að verðmæti 90.000 krónur. Heiðar Austmann á FM 957 dregur út heppinn þáttakata á föstudaginn og verður mikið húlum hæ í 1011 Austurstræti. DJ Dettifoss verður að þeyta skífum ásamt því að gestir geta bragða sér á gómsætum vegum frá Ölgerinni. 1011 Austurstræti og Lays snakk. Hlustendavellun FM 957 2012. Myndband ársins. And the winner is FM 95. FM 95 blöð. Á FM 95. Þetta lag bara fyrir því, Sveppi. Hvað það? Bíberinn, maður. Never let you go. I could take you places you ain't never been before. Baby, take a chance so you'll never ever know. I got money and be a buzz light, yeah, fly across the globe. I don't ever wanna fight, yeah, you already know. I'ma make you shine bright. Svo ættir ekki að geta verið að rífa kjæft út í Justin Bieber. Nei, bara þegar þú fílar hljómsveitir eins og Rolling Stones og Kinks og svona gamla góða tónlist, ég get ekkert gert af því að ég fíla það. Þannig manneska er ég bara. Já. Það verður ekki tekið af mér. Nei, mitt. Þá finnst mér svo leiðilegt að sjá mann eins og þig syngja með svona. Ég var náttúrulega að gera þetta til að stríða þér. Ég er að vinna þetta alla daga, ætla ég nú að segja, nú kannski ekki allan sólarhringinn. En þetta er í eyrunum af mér og hverju meinasta degi þegar ég kemur það. Þetta er eitt vinsælasta lagi á stöðinni. Ég vil fá að velja. Hefur aldrei lent í því að þú byrja bara að raula með eitthvað. Heldur í alvörunni ég sé bara heima hjá mér á föstudagskvöldi og hendi Justin Bieber á fóninn eða? Ég veit ekki. Og ég raula eins með þessu einn í lokin til að stríða þér. Þú veist að ég er Nirvana maður og Pearl Jam og... En ég veist, ég er búinn að segja hérna í útvarpinu og stendur það. Mér finnst þessi nýju lög hjá Justin Bieber samt alveg flott. Ekkert að þessu. Svona hressandi pop. Nei. I'm gonna live my life. Búinn að heyra það? Já, ég er búinn að heyra það. Það er mjög fínt. Já. Fínt sko. Það styttist ég að við reynum með hér að hringja í hana Múttu og svo ætlum við líka að reyna að hringja í kærustu Heppa Gumm. Já, það verður gaman. Förum aðeins betur yfir það hér og eftir. En það er komið af dagskrárliði sem er í miklu uppáldi á mér og Pétri Jóhanni. Ég held að Sveppi fílaði það líka að það eru sturlaðar staðreyndir. Já, ég dýrka. Það ekki? Jú. Já, ég vona að fólk að núti hafi ég gaman að þeim og við. Og það er komið að fyrstu sturlu og ef það er einhver að hlusta á FM 95 blöði fyrsta sinn þá eru sturlaðar staðreyndir, þetta er eitthvað sem er svo sturlað en samt staðreyndir. Þetta er í alvörunni. Og þetta segir sig ekki sjálfnaflað. Við ætlum að fara í sturlaðar staðreyndir og við byrjum á fyrstu og það er í Yumenson spaðinu í Japan getur þú synt í te, kaffi og víni. Það er spað sem ég langar í. Sturlu staðreind. Ef við fyrir með asíska drauminn þá ætla ég að fara í Yumenson og ég ætla að synda í áfengi. Það er eina sem ég á eftir held ég. Bara það er okkur auðvitað svona fullur. Hann fór í sund á hann. Svo er það næsta sturlaða staðreind. Það er par í Bandaríkjunum sem að gleymdi 3 ára krakka sínum á Chuck E. Cheese en föttuðu ekki fyrir daginn eftir þegar þau sáu þeir fréttunum. Nei. Þetta byrjast eitthvað góðs í við þetta. Bara svona fóru með krakka sinna á Chuck E. Cheese. Sem er bara McDonald's eitthvað? Já, nei, þetta er svona pizzastæðar sem þú getur, það er fullt af svona leiktækjum og svona. Svona hálfgerðu billin þeir selja pizzur og svona. Og hérna... Gleymd honum? Já, bara gleymdu barninu, 3 ára krakka. Og föttuðu ekki, það var enginn eitthvað, er hann farin að sofa? Nei, bara kvöldið eða neitt? Já, það er enginn að spáði það. Fólk er bólu friði, sko. Fólk er að kýla eitthvað fötu, drastlana, það er eitthvað ekki að grína. Þú gerir það ekki bara venjulegu, sko. Ég veit það. Þetta er bara kókain og eitilif, sko, sem að fylgja þessu. Það er enginn, þú veist þess að hvorugt er það bara svona, herðu, segjum bara litli strákun heitir Sveppi sem það glemdu. Keyptirðu Sveppa á nótt eða veist, ertu búin að henda Sveppi upp í rúm? Það var enginn að spá í það. Baðaði þú krakkan eða? Hvar er barnið? Það er bara ennþá Chuck E. Cheese. Jú, sem skeftaði mér. En þetta er sturlu staðreind og gerist í alvörunni. Já, þetta er gott. Það er eitthvað sem segir mér að þetta hefði ekki verið eðlilegt fólk. Nei. Næsta sturla staðreind, of mikið stress og of hár blóðþrýstingur getur leitt til þess að þú svitnir blóði. Wow! Váka, ég er samt hrættur. Ímyndaður og verður búin að fara kannski til Benidorm, og tróði ferð núna. Segjum að verður búin að fara í einhverja ferð, félagaferð, golfferð í viku sem að menn eru, að rífa flippana eitthvað svona. Maður kemur misstór heim til sín. Það er bara þannig, þú ert búin að vera svona ferðalagi. Þú ert ekkert alltaf on the top of the world. Þú ert svolítið lítill í þér. Hversu hrættur eru þú myndir byrja að setja blóði? Það er bara, ég held að það var ekki hægt. Nei, en það er hægt og það er sturlu staðreind. Svo er það næsta. 25% af kvenfólki finnst peningar gera menn kynþokkafyllri. Já! Ég held að vera nú meira en 25%. Nú, aha. Já, eða ekki?
Nei, kannski ekki, ég veit það ekki, ég held það bara. En 25% af kvenfólkinu peninga gera menn. Kynþokkavillir svaraði, hérna 53% kvenna vilja frekar að karlmaðurinn sé ofan á í kynlífi. 53%? Já, næstu í brönnu hver. Já, þetta áhugavert. Finnst þér? Já. Hvaða típ ert þú? Ég er bara svona alls konar. Ertu að rúlón? Já, við getum sagt svona, ég er svona út allt gæi. Já, þú ert típan. Nei, þú veist, er þetta ekki þannig? Er þetta ekki bara þannig hjá fólki sem er stundum kynlíf? Stundum ofan á, stundum undir og stundum, þú veist, í alls konar stellingum, skilur. Ertu ekki að vasast í hinn og þessu bara? Svona, frá hjarta mínu, ætla ég að vona það. Að þetta sé ekki bara, herðu, hvaða stellingu ert þú í þegar þú ert í kynlífi? Það er eitthvað bara svona, vonandi átt ekki bara einhver eina. Nei, en það er kannski einhver ein sem að svona lokar þessu. Herðu, jæja, þú komum við nóg hérna af kynlífi hjá ykkur hjónum. Við skulum að fara hérna í næstu stjórnlegu staðreynd. 50% af fólkinu sem býr í Uganda er undir 15 ára aldri og þetta fannst mér actually merkileg staðreynd. Vá. Já, meir en helmingun á landinu er undir 15 ára aldri. Vá. Rosalegt maður, í Uganda. Það er náttúrulega fólk deyr bara þarna alveg. Villi vekk, sko. Það er náttúrulega alveg skelfilegt ástand. Svo er það næsta sturlaða staðreynd. Fólk er hamingjusamast 1926 á laugardagskvöldi. 1926? Já. Nei. Þetta er einhver rannsókn. Bara 4 mínútur í hálf 8? Já, á laugardagskvöldi. Það ertu upp á þetta hamingjusamast og ég ætla núna að seifa þetta í síma minn og sjá hversu hamingjusamur ég er 1926 næsta laugardag. Já. Vonandi verð ég rosa happy. Já. Þetta er samt góð tími. Já, ég er alltaf í góðu skapa þessum tíma, hvort sem að ég er rólegur að gera eitthvað, sko. Já. Og jafnvel þóttu sért búin að vera að vasast eitthvað daginn áður og svona, þá er þetta samt alveg, það er ennþá helgi, það er ennþá, þú ert ennþá að klífa upp hérna fjalli, sko, stemmingsfjalli. Það er svolítið til í þessu. Já. Svo er það næsta sturlaða staðreynd, það eru tvær eftir. Meðalmanneskja dreymir á bilinu 1460 til 2190 drauma á ári. Hvaða fáviti fann þetta út? Vá, spáði, 1500 draumar á ári, það er rosalega mikið, þú manst samt ekki næstu í alla. Já, það eru 3 á nóttu næstu, rúmlega það, nei, meira en það, 5 á nóttu. Dreymið mikið? Dreymið mig? Já. Dreymir aðalega, sko, þegar ég vakna kannski klukkan 7, skilur við? Og sofnar aftur. Sofna aftur. Já, ég sammála. Þá mann ég drauminn, svo dreymir mann örugglega allan fjandann, sko. Ég er það saman með, ef ég vakna mótnana og sofna aftur, þá dreymir ég rosalega mikið um manna og líka að ég sofna daginn. Já, og mér fyndið, þá skulle tala um þetta, því mér dreymdi í nótt að þú ert dáin. Hvað er þetta eitthvað ruglaður? Ég ræði ekki við þetta. Sverðu það? Þetta er bara draumur. Það er ekki fallegu draumur. Nei, ekki fallegu, maður náttúrulega ræður ekki við drauma sína. Já, okkur er þetta brosandi, hvað leiður vel í draumnum með það? Það er eitthvað geðveikur. Hætti að segja frá þessu. Svo er það síðasta sturlaða staðreynd. Býfluga er með 5 augu. Kjaftaði. Nei, sturluð staðreynd. Þetta voru sturlaða staðreynd. Það voru marga góður hana. Já, það er alltaf marga góður. Hvað sló þig? Það var náttúrulega Uganda. Já, það var eitthvað rosalegt með það. Og þetta með Japan þarna, synda í kaffi og svona, kemur ekkert óvart. Japanir eru alveg grillaðir upp til hópa. Svo náttúrulega hjónir sem gleymdu krakkan sínum á Chuck E. Cheese. Já. Það er ekki pappa ásins. Hvenær má ég velja lag? Þú að rakka niður pappa minn fyrir að vera dómar og britsara. Ég rakkaði hann ekki, ég sagði hann var í lúði og það er töff í dag. Hann skildi mig alltaf ekki eftir að ábæður að hann og mamma og pappi voru búin að héta þar. FM 95 blöð með ykkur hér á FM 957. Ötti og Sveppi Krull sitjum hérna í stúdíónu og þú vilt, hvað, ræða, ég og Bjössi vorum að ræða þetta í gæraðin, sko. Já, með hérna hann Herbert vinn okkar. Já, Herbert Guðmundsson er ástfanginn og ekki bara ástfanginn, heldur trúlofaður. Já. Þetta er maður, hann er búinn að vera í dállu basli undanfarið. Herbert? Já, með húsi sitt og þakið og allt þetta, sko. Já. Það ekki kannski, það var eitthvað leiðindi með það. Já, svona nágranna erjur, sko, sem er alltaf hvimleiðar. Já, sem tóku sinn toll á kallinn. Já, en það er ótrúlegt hvað þessi maður stendur upp. Já, hann er eins og Rocky. Það er alveg sama, það er ekki hversu oft, sko, hversu hart þú getur kýlt. Þetta er hvað þú getur tekið við höggum og staðið upp. Já, og hann er með breitt bak. Já. Það er bara svolítið. Og hann er búinn að finna ástina nýju. Já, hann er ekki bara ástfanginn, heldur trúlofaður. Já, og þetta, ég hérna, mér finnst þetta alltaf svona, mér finnst þetta alltaf áhugavert þegar að, fullorðnir menn
byrja með svona yngri konum, eins og til dæmis Bubbi Mortens, skilur? Mér finnst það áhugavert. Já, hvað munar þarna? 26 árum, sagði það ekki í gær? Já, 21 árum. Þetta svo sama með hann Hrafnhildi sem með Bubba. Já, munar 26 árum á þeim líka? Já, það er meira eitthvað, sko. Bubbi er náttúrulega bara á 70-saldri, sko. Já, ok, já. Skilur, með nýtt barn og bara allt í kegi. Já. Og þetta ætla fallegt og huggulegt og allt, en þetta koma spurningar. Já, hvaða spurningar koma það þér? Já, bara til dæmis eins og bara þegar hún er, veist, 5 ára, þá er Happy Gumb bara að syngja Can't Walk Away bara everywhere, sko. Nei, sko, þegar hún er 5 ára, þá Can't Walk Away bara það er nánast orðið þreytt, sko. Þannig að þú ert aðeins að tapa þér þarna, sko. Já, veist, þú skilur pælingun, sko. Viltu að hringi hana kannski? Ég heyrði náttúrulega Heppa daginn, hann var mjög ástofnginn. Já. En er ekki Heppa aðeins meira athygli út á þetta en hún því að hann er svo frægur, ég var hringi hana. Já, Lísa Dögg, ég var ekki með númer. Hún er Lísa Dögg Helgadóttir. Ok, maður sjá hérna. Googla hana. Hvað finnur númerið? Sko, já, þau eru búin að, og meiri segja það, sko, hann er búin að biðja hann að gifta sér, sko. Já, það er það sem að trúlóðan gengur út á, sko. Já. Ég veit ekki hvernig þetta flokkaðist hjá þér þegar þú baðst konu þinnar. Það er svo langt síðan. Er það að tala í hann? Já. Nóg að gera. Svona celeb Maggi. Ætli hún sé með hérna hringinguna svaraðu kallinu frá mér út í hinstu mörki. Það kemur ekki óvart, en hún segir að öll fjölskyldun allir sem búin að taka rosalega vel í þetta. Já, ég bara, það er mjög eðlileg spurning að þegar hún kemur heim til mömmu sinnar og pappa með nýja kærastan í mat Herbert Gumb og það er Happy Gumb, er það bara skemmtilegt? Er ekkert eitthvað svona pínu skríti við það? Jú, náttúrulega af því að það er aldursmunur. Já. En það er ekki, sko, það er ekki 26 ára aldursmunur og hún er 13 ára, sko. Nei. Þetta er alveg, þetta er orðið fullorðið manneskja. Já, ég segi það, sko, þetta er allt í lagi. Já, það er ekkert að þessu, sko. Nei, þetta er bara vel gert hjá Herb. Já, það er kannski meira, sko, að hérna, Big Herb er bara, veist. En ætla að ná ekki meiri tengslum kannski við pappinar? Hann Herbert. Já, þeir gæti orðið svona góði félagar. Já, þetta gæti, það er hellingur spurningum hann það. Já. Já, en það er bara að tala í hann hérna, má sjá hvað Ok. Skilur þú, það er svona, veist, og hún er barnlaus. Hvaða máli skilur þú að hún sé barnlaus? Já, veist, ætli Heppin sé að fara gróðusetja? Það er bara tali. Það er endrast að tali. Það er alveg sama hvað er henni að ringa hérna. Nei, veist, maður veldi fyrir sig hvort að hann ánáttúrulega fullt af börnum, sko, 3 eða eitthvað. Já. Er hann að fara að gróðusetja? Ég veit ekki, ég væri til að spyrja hann að því hérna. Það er bara allt á tali. Það er endast að tali? Við náum bara eftir að ringa hérna. Það er örugglega fullt af fólki að ringi hana með einmitt sömu spurningar og við. Já, ég ætla að vona að við náum á mútu. Ég ætla að reyna að ringja hana líka hér eftir. Það er bara á tali hérna. Má sjá. Prófa, hvað er það, veist? Það er alveg fólk á ekki að vera röfli í síman þegar við erum í loftinu. Nei, það er bara á tali. En tökum mútu hér eftir smá og ég líka, veistu hver ég var? FM 957 kynnir Rikki G verður í samstarfi við Alibaba, Suðurlandsbraut 4 næstu daga. Þú átt möguleika á að vinna þér inn arabíska veislu á Alibaba. Settur like á Alibaba á Facebook og þú getur unnið gjafabréf fyrir 2. Arabískur matur, arabískt te, arabískt kaffi og arabísk tónlist. Rikki G og Alibaba. Frusu góðir saman. Viltu vinna flug fyrir 2 til Evrópu? Taktu þátt í ljósmyndakeppni Wow Air og Vísis og sendu inn mynd sem segir Wow. Kepptir í 3 flokkum: náttúru, fólki og húmor. Sendu inn mynd á vísir.is á miðvikudögum. Vilt þú vera hrókur alls fagnaðar og bjóða vinnufélögunum í ævintýraferð fyrir bragðlaukana á Krúa Thai? Á hverjum 5. degi í morgunþættinum Magazine drögum við út fyrirtæki vikunnar sem fær matarveislu fyrir alltaf 10 manns frá Krúa Thai. Skráðu þig og þitt fyrirtæki á heimasíðu FM og þú getur átt von á veislu. Krúa Thai býður upp á frábært úrval af tælensku mat í hæsta gæðaflokki. Morgunþátturinn Magazine og Krúa Thai. Þú ert að hlusta á FM 95 Blöð á FM 957.
FM 95 blöð með ykkur hér á FM 957 og það er komið að dagskrárlið sem hefur ekki verið núna í smá tíma, allavega ekki með okkur saman. Ég reyndar hringdi í mömmu sko á afmælisdeginum hennar, þá svaraði hann mér 1. júní og var í þvílíkt góðu skapi. Nú, hvað var hann gömul? 53. 53? Já, gömul og Madonna. Alveg rétt, já. Jú, býttu, var ég ekki með þér eða? Nei, ég var bara, þetta var á föstudegi. Þú varst ekkert einna með mér. En við erum að spá í að reyna að hringja núna. Já, langt séðan ég heyrti henni sko. Já, líka bara hún er búin að eiga ammali og hvað er að frétta af henni og svona. Já, ég sakna hennar. Já, þetta er bara, hún á bara að svara. Þetta er bara dagskráliður hjá okkur á þriðjudögum. Já. Kostum henni líka að betur eða verð. Já, ég meina við getum alveg hendi henni kannski í pizza og bíómiða sko fyrir að svara alltaf á þriðjudögum. Já, bara borga henni smá pening. Ég segi það, maður nú bara mista sig ykkur í gert. Já, það veist mér. Bara ekki alveg. Segir mér það. Skal bara milli fara inn á hann á 1500 kall. Bara hvenna sem er. 1500 kall, hvað á hann að gera það? Það næri ekki einu svona pítsu, sko. Það er langt sem hún veit ekkert núna, sko. Nú svarar hún, já, rosa hress, svo segir hún við. Ég hef góða tilfinningu. Nei. Já, hún skellti á. Hversu góða tilfinningu hefur þú? Og hún fattaði að hún skellti á okkur, baður. Ef ég hringi aftur, heldur hún haldi bara áfram að skella á og svara ekki? Eða fær hún svona eitthvað samviskupið bara að ég er best að svara þeim? Já, við skulum alltaf reyna. Já, ég ætla að prófa þetta. Þetta er nú bara nett diss í móti. Já, er hún í vinnunni eða? Ég veit það ekki. Ef hún er ekki í vinnunni, sko, ættu að prófa að hringja heimasímann hennar því að hún er ekki með númerabirtið þar. Það er ekki gott trikk. Jú, eða bara hringi í vinnunni. Hæ, sæta! Ég vissi hún myndir ekki skella á okkur tvisar í röð. Tvisar í röð? Nú vorst að ringja á þann. Þú skelltir á okkur? Nú skellti á þig. Já, ég get ekki verið að taka símann. Nú, hvað er þetta veisanast? Ekkert, ég er reyndar að koma heim. Nú, búin að vinna? Vinna? Nei, ég var ekki að vinna. Ég fóð með lóömmu. Já, ok. Varst það viðra gömlu? Já, það er viðra gömlu. Já, vel gert. Langt sinni hitt lóömmu? Já. Var hún ekki hress bara? Eitt og það, svo bara rosa vel að heilsa. Sveppa, það fannst svo langt sem hann að heyrt þér. Við vildum tekka hans að þér. Hann er ekki eins og búin að heyri þessu náttúr ammali. Jesús minn. Til lukkum með ammali þarna í júni. Æ, takk elskan. 1. júni. Hæ? Var það ekki 1. júni? Hvað hefur hann verið? Maður er búin að vera að sýsla bara hitt og þetta. Það er náttúrulega sumar að koma og maður er náttúrulega með græna fingur. Maður er dálítið mikið út í garði bara. Já, er það? Já. En veistu hvað við vorum að fatta á múta? Nei. Okkur reyndið þú ekki við Herbert Guðmundsson? Hann var á lausu. Þetta er ekki allir lagi með þig. Hann er ekki á lausu lengur, þannig að hann er búinn að finna það skip hefur siglt í burtu. Nú, já. Það hefur rándýrstir með að kalla Heppa pappa. Það er ekki allir lagi að þessu. Það veist, hann myndi vera að syngja. Það er ekki mín típa, sko. Er Heppi? Nei. Ekki? Fílar ekki selebinn? Hæ? Fílar ekki selebinn? Nei. Hann er ljón, hann er töffari maður. Já, þetta var ábygglega ágættistrengur. Alltaf með sólgleru og ég nefnir ekki að tala við. frábær söngvari. Hvað gaf Öddi þér í afmælisgjöf? Öddi gaf mér gjafabréf í sóun. Gjafabréf í sóun? Já. Nú, hvar fekk hann þar frýtt? Af því að hann langaði svo í úlpu. Ég ætlaði að kaupa með dúnúlpu. Nú á að fara að hlaupa á fjöll eða? Já, ég er alltaf á fjöllum. En það? Já. Nei, ég er nú kannski ekki alltaf á fjöllum. En í útilegur og svolítið sveppi. Þú ertu svolítið í því? Já, mér finnst það rosa gaman. Finnur enga kallmenn upp á fjöllum út það? Hvað veist þú það? Nákvæmlega. Hvað veit ég það? Hvaða kallmenn upp á fjöllum? Öddi, maður hittir ekki alltaf þessi einu réttu bara á austur, sko. Það er meiri líku. Ég held maður finna ekki neitt á þessu skemmtustu. Nei, drottum við. Og Kaffi Reykjavík er hættan en þetta er löngu dött. Þetta er allt löngu dött. En nú er Heppi, af því að við erum búin að ræða Heppa hérna svolítið, mamma. Já, hvað er á vésinna? Það er verðt ekki svona pirruð þó að það er ekki náði í hann. Hann var núna að byrja með henni Lísu hérna, stelpu, Lísa Dögg Helgadóttir. Og hún er 26 árum yngri. Nú? Já, sko, það er sem ég ætla að ræða þið. Finnst þér það á mikið? Af því að nú eru þið heppuruglásu upp um aldri. 26 ár. Það er eitthvað, ég er nefnilega á því að þetta sé eitthvað svona, að þetta er allt í lagi, en það er samt eitthvað aldrei skrítið við þetta. Já, mér finnst... Myndið þið finna skrítið að byrja með stráka mínum aldrei múta? Já, mér finnst þér ekki skrítið, ég færi ekki alltaf inn að vera að deyta vinnu þína. Nei, ekki að vera frændi. Mátt byrja með átna. Já, það var eitthvað skrítið. Já, það er eitthvað off við það. Já, þannig að það væri ekki eitthvað pínu skrítið við það. Já, þannig að basically... Og meðan að því að þá, já, það er svona eitthvað pínu skrítið. Já, en ég er alveg sammála. Eitt og eitt kvöld kannski lægið ekki.
Nei, ég held með þættir frekar skrítið að vera með einhverju sem er yngri heldur en börnum hans. Já, það er eitthvað skrítið við það. Já, mér finnst það. En það er samt eins og segir, sko, það eru meiri líkur á að hitta ástina bara í, sko, hagkaup eða upp á fjöllum. Já, mamma var nú, ég var nú að reyna að stjórna henni í krónunum daginn á afmælisdeginum hennar. Já. Og hún vildi það ekki. Nei, ég vantar allt flippi í því gamla. Nei. Það er ekki til smá flipp aðna. Hvað finnst ykkur strákar að þið væri bara einhvers staðar inn í búð og það var einhver kærling gargandi í búðinni? Já, ég veit að ég skilði svo vel. Já. Ertu heima núna, mamma? Ég var að koma heim, ég var að skila lóðanu. Ok, farðu út á stigaganginna eins fara mig. Nei, af hverju? Að því ég tökur smá stjórnun. Nei, ég veit þú stjórnar mér ekki neitt að ég sé stjórnar þér. Jæja, ok. Ég held að það sé ágætis lokaorð bara. Takk fyrir að svara okkur, Krísa, og já, þannig að þér finnst þú ekki að hafa mist af Herberti, þá hann sé farin? Nei. Ok. Ekki minn típa. Ok. Við þurfum að finna þína típu. Nei, ekki einu sinni. Herðu, ég heyri þér í vikunni, sæta. Ok, bye. Bye. Og henni fannst hún ekki að mista af Heppa. Nei, mista lestinni þar, nei. En það er eitthvað rétt, hann er ekkert endilega Hadía-týpa, sko. Nei, þegar þú segir að hann er ekki hennar týpa. Nei. Hann er ómikið kall, eða svona, veist, celeb. Já, og hún vil bara fá eitthvað góðan, mjúkan og huggulegan. Nú, hætta þessu. Blá lokin að dettur inn eftir smá stund. Brjál. FM 95 blöðu með ykkur hér á FM 957. Ötti og Sveppi Krull til klukkan 6 í dag. Já, ekki láta ykkur dreymum að skipta stöð á sem drottinn stýra degi. Nei, því að bara hér núna eru til dæmis að fara í Sigga hlöðhotn okkar, eða marstu hverju var. Já, það er margir. Já. Og svo núna eftir er líka nýr dagskrárliður sem heitir Talaði við símtal. Talaði við símtal, það er nýtt og hefur aldrei verið gert í útvarpi. Nei, og það verður hressandi, en ég ætla líka hérna áður við förum í veistu hver ég var. Þá ætla ég að minna það á að í kvöld er styrktasýning á kvikmyndinni Intouchables fyrir Davíð Örn Arnarsson, unga mann sem best við krabbaminn í hálsi. Davíð grindist árið 2008 og sýningin hefst klukkan 8 núna í Háskólabíó. Og allur ágóður rennur á styrktareikning Davíðs og fjölskyldu hans. Og eftir að nálgast miða á síðunni miði.is. Þessi mynd er víst líka stórkostleg. Hvaða mynd er þetta? Þetta er Intouchables. Þetta fjallar mann sem er í hjólastól og kynnist svörstum manni og þetta frönsk bíómynd, trailerinn allan. Ég sé það brá mér, þetta er svona good feeling eitthvað, sko. Þetta er svona ekta myndi og færa á hana þunnur og fara að grenja, held ég. Já, þetta er hérna... Gleði. Já, þetta er hérna græna ljósið eða eitthvað. Já, þau eru einmitt sem standa þessari sýningu. Og hvet ég alla til þess að, bara kíkja myndin í kvöld og sjá góða mynd og styrkja gott málefni. Já, maður sér það með svo plaggandinu að þetta er góð mynd. Já, þetta er bara mynd sem ég veit er góð, sko. Dómarnir sem hún að fá allan heim eru bara ótrúlegir. Þetta er bara einhvern veginn svona, þetta er a sure thing. Já, það er nefnilega, maður gleymir þessu svolítið evróskar bíómyndir. Það er leina oft á sér. Það er leina á sér, sko. Maður er rosa fastur í ekki margar franska bíómyndir sem ég hef gaman að, en ég held að þessi sé góð. Já, ég get nefnt fullt af fransku. Getur þú nefnt fullt af fundi? Þú náttúrulega bjóst að það. Delikatessen, frábær bíómynd. Æðislega mynd, Taxi. Taxi, 1, 2 og 3. Það er eins og að komið hér að dagskrárlið sem heitir Veistu hver ég var, eða Sigga hlöðhotn okkar. Þetta getur líka eiginlega bara heitið grínaður útvarpsefni. Sem að fara í Sigga hlöðhotn okkar, gerið svo vel. Það er hlöðmaskínan mætt með ykkur á laugardegi. Takk æðislega fyrir tölvupóstana og símtölin í vikunni. Þið eruð æðisleg, dúllurnar mínar, við erum með rosalegan þátt. Ég er nú hérna strax komið með einn tölvupóst. Það er mikið að þú mætir, það er of mikið að bíða í viku eftir hlöðmaskína. Takk fyrir þetta, stelpur, alltaf hressandi að fá svona tölvupósta. En ég ætla að opna hér strax fyrir síman og aðtúa, er ekki stemming í mannskapnum? Halló? Hæ? Halló? Hæ? Er það hlöð? Það er hlöðmaskínan. Þetta er hlöð, maður. Ég hef ekki trúið að ég náði vinn, maður. Ég er svílík búin að reyna að ringja. Hvað er verið að gera? Það er verið að gæsa mig og klæða mig upp í einhvern ógeðslegan búning eða maður ég niður í bæ. Ég trúi þér ekki. Og þær var að hvetja mig til að ringja inn og ég veist að ég hef aldrei talað í útvarp, sko. Nei, er eitthvað sem ég get gert fyrir þig, gæs? Gæsbjörn, þið eru alveg pissunar ekki að þetta. Hvað fyrir þið? Er eitthvað sem ég get gert fyrir þig, gæs? Ég veit ekki, hvað
geturðu gert fyrir mig? Ja, hvað getur hlöðarinn ekki gert? Ég get henda á einhverju grjóthörðu lagi fyrir þig. Já, ég er náttúrulega bætt 85. Það er náttúrulega diskotímabili. Já, ég seti eitthvað gott disko á og í guðanabænum farðu vallega í dag. Við ætlum að taka allar eitt stöð fyrir þig. Ok, takk fyrir það. Skál! Skál, já. Þær voru hressar. Halló. Já, erðu? Skál! Bless. Þær voru hressar þessar stelpur en nú er hins vegar komið að því að gefa 100 bita sushi-veislu á Nings. Já, ég er búinn að velja hérna nafn á Facebookinu hjá mér. Ég ætla að hringja í eitthvað random númer. Það er einhver að fara að fá óvænt símtal frá hlövélinni. Sigga vélinn er að hringja og halló? Halló? Já, góðan daginn, þú ert að tala hérna við Sigga hlö. Þú varst að vinna 100 bita sushi-veislu frá Ning. Halló? Já. Er þetta eitthvað grín? Þetta er ekkert grín. Er þetta ekki Sigríður? Jú. Þú ert búinn að vinna 100 bita sushi-veislu frá Nings. Ertu að meina þetta? Já. Hér framöndan hjá okkur Sveppa er nýr dagskrárliður sem heitir Talaði við símtal. Förum í það hér rétt á eftir. En já, við ætlum nú að vera með unga mann hér í hitaklefanum í dag en náðum ekki á honum. Hann segist vera búinn að vera á fundum í allan dag. Þetta er maður sem komst í fréttirnar fyrir að, já, hann var tekinn fullur á bílnum sínum. Já. Og er alþingismaður og heitir Höskuldur. Þannig að fyrir miður er hann ekki í hitaklefa dagsins. Það er aldrei að vita nema hann verði mættur já, bara í næsta hittaklefa. Já, það var spurning hvort þetta verði heitt. Já, hvað finnst þér þetta allt saman? Hvað, má ekki fá sér eða? Jú, mátt alveg fá þér, bara ekki keyra þessu fíbl. Nei, það er eitthvað reitt. Hann reyndi að koma alveg hreint til dyrana, sko. Já. Kom og sagði bara, ég skeit á mig, þetta var umlegt. Já, það sem hann átti aldrei að gera, hann átti aldrei að taka þátt í umræðin hérna inn á DF.is, held ég. Nei. Það er einhver svona mistök sem hann gerir. Það er eitthvað sem maður ætti að reyna að forðast, það er þetta kommentakerfi á DF, sko. Já. Það er allir brjálæðir þar alltaf. Já, fólk er ekki sátt, en það er náttúrulega, þú veist, auðvitað skeitan á sig, maður veit það. Já, allir brjálæðir, maður. Já, en það þarf ekki samt bara allir í kringu það að kalla það aumingja, sko. Nei. Það hjálpar ekkert. Nei. Og það á nú fleiri skeitið á sig, fjandinn hafið það. Já, svona. Já, mannst ekki Eyþór Arnalds? Já, hvað gleymið því, hann kér á staurinn. Já, og reyndi að koma konunni sinni fram í. Það var þetta grjóthartari. Já, gamla sestundistýri maður. Það er þeirra mennuðum alltaf á svona... Látum taka þig. Látum taka þig frekar en mig. Já. Það er reynda verra, sko. Já. Svo eru fleiri, það eru margir sem hafa keyrt fullir. Það veist ekki endilega bara þingmenn, það er alls konar... Nei, þetta er náttúrulega í rauninni eitt af heimskasta sem getur gert, það er að keyra drukkinn. Ég held að það er svo mikið dómgreindarleysi. Já. Það næri ekki nokkur átt. Það er voða erfitt að vera að afsaka þetta þó svo að það þurfa ekki allir inn á kommentakerfinu að vera að kalla hann aumingja og bara segð að þér og hvað er að þér og allt þetta sko. Hann er greinlega verið að skoða það kerfi sko, kommentakerfið, því hann allt í henni hérna kemur þetta er ykkur 100 kommenta á hann sko. Já, allir brjálæðir. Já, svo allt í henni kemur bara hérna Höskuldur Þórhallsson sjálfur, góðan dag, ég var spurður af blaðamannum Baldur á DF, þannig að hann er bara svona að svara hérna fólkinu. Já, það er eitthvað sem þú átt að forðast. Það sem segir okkur það, hann er búinn að lesa öll kommentin. Já, sig sko. Lítill í sér, próflaus, það er ekkert eitthvað sem þú vilt. Hjólaðir í vinnuna, tekur það alvarlega núna? Já, reyndar hann og Gísli Matti, þau geta hjólað saman í vinnuna. Já, akkur er hjóla Gísli alltaf? Helfeskir, já, góð spil. Nákvæmlega, það er eitthvað. Gísli ekki með próf? Gísli próflaus, já. Þú var hringið á hann eða? Ég ætlaði ekki sé bara því hann er ekki orðið 17 ára. Það er freka það, hann næri ekki aldrei bara. Hringið Gísli Matti eða? Já, ertu með hann? Já, ég er með hann þetta, það er einhvern veginn, jú, mútt að svara okkur reyndar. Mér finnst enginn að svara okkur, það er ennþá á tali hjá stelpunni. Já. Ég ætla að reyna að syngja hann á hann, hérna kærustu heppagum. Já, það er eitthvað rugg með það, sko. Já, það er eitthvað óeðlilegt, en sjáum hvort að Gísli svari. Hann er alltaf, hjólað þú einhvern tímann, áttu hjól eða? Ég hjóla aldrei í vinnuna. Nei, ég á ekki eins og hjól, mér gaf það á sín tíma. Já, ok, frábært hjól, svo góður, gefur allt svona. Það hefur eitthvað gott málefni sem ég verið að styrkja þig. Eitthvað good shit málefni. Ætti ég að setja sjálf mig í annarsæti. Já, og hjól í fyrsta. Nei, Gísli er ekki að svara. Nei, ekki trekkari fyrir daginn. Hann er á fundi. Það fáur að svara okkur í dag maður. Hann er á fundi. Fyndið. Þetta er Gísli Marteinn. Já, ég er náttúrulega látið núna, en ég bið ykkur að lesa ekki
ekki skilaboð inn á skilaboð að skjóta. Þá gerum við það bara. Það hlusta ég sjaldan á hana. Þið getið sendt mér SMS skilaboð eða hringt með öðrum kosti. Það er aðeins. Þegiðu, Gísli. Lestu við skilaboðin þegar þú heyrir tónin. Já, Gísli minn, þú finnst að þú hlustar aldrei á þetta og getur bara getið það sem úti frýs. Þú tekið þetta barnalega andlit þitt og þetta hjól þitt og tróðið upp í... Já, það sem sólinn aldrei skín. Já, ákveður hlustar ekki á talólfið? Hvað þykist það verið eiginlega? Já, þú getur ekki einu sinni svarað því að þú hlustar aldrei á þetta! Hjólandi hérna allan bæ eins og eitthvað smápann. Hvað, ertu ekki alþingismadur? Svaraðu. Hann er þetta ekki alþingismadur. Nei, borgar. Hann er fulltrúi. Já. En hann er ekki að hlusta á þetta talhól, þannig að þú getur basically sagt núna hvað þú vilt Gísla Martin. Já, bæði við, aldrei kunnum við hann. Ég hef alltaf kunnum illa við hann. Já. Og það er eitthvað, maður sér það í honum. Þú horfir djúpt í augun á honum. Þá sérðu eitthvað, það er eitthvað. Þú sérð eymd. Já, það er eitthvað slæmt að undir. Já, það er engin svona hress alla liðlangan fucking daginn, alla vikuna, nema þú sért bara heima hjá þér að myrða svín. Já. Það er eitthvað þannig. Hann er heima hjá sér í einhverju tjaldi eða eitthvað sem hann er búinn að setja inn í stofu hjá sér og þar er hann að pynta dýrið eitthvað. Já, hann er bara, hann sefur með dauða hamstra í staðinn fyrir seng. Herru Gísli Marteinn, þú ert að hlusta á þetta, við byrjum að heilsa þessum dauðu hömstrum sem að sofa hjá þér undir senginni, hafa það sem allra best, leitir. Hann er búinn að skella á hann. Við ætlum að fá hér fallegt lag með honum Magna og svo er það dagskrárliðurinn okkar 9, talaði við símtal. Er það Hugaró? Listur ekki laga? Já, þetta er klikk. Svona þriðjudagur. Já. Og fyrir ykkur sem er að spá í leiknum Grikkland-Tékkland, það er 2-1 fyrir Tékkland. Hugsun þig. FM 957, Pepsi Max og Túborg kynna Besta útiháttíðin Gaddstaðarflötum Hellu Dagana 5. til 8. júlí Bestu böndin, bestu plötusnúðanir og langbesta skapið Ekki missa af líklega bestu endurkomum ársins Sóldögg 200.000 naglbítar og botleðja Miðasala í fullum gangi á bestaútiháttíðin.is Fylgstu með á facebook.com/bestaútiháttíðin Þú gætir unni miða Nýtt hjá hraðpenningum. Við höfum lengt lántökutíman. Nú lánum við þér í alltaf 30 daga. Send okkur SMS í 1917 eða farðu á hraðpenningar.is Betri þjónusta. Núna. Hraðpenningar.is Subway hefur opnað nýjan og glæsilegan stað á Ísafirði. Subway, alltaf fersk. Besta útiháttíðin, Gaddstaðarflötum Hellu, dagana 5. til 8. júlí. Miðasala í fullum gangi á bestaútiháttíðin.is. Við erum 10 ára í dag. Dælulykillinn veitir 10 króna afslátt í tilefni dagsins. Komdu og haltu upp á afmæli með okkur. Atlandsolía. Hvað gerir Fanta svona ótrúlega sumarlegt og svalandi? Það inniheldur alvöru ávaxtasafa, engin leiðindi, ferskt íslenskt vatn og óteljandi loftbóð. Eigðu Fanta gott sumar. FM 95 Blö. Alla virka daga frá 4 til 6 á FM 957. Okkur hér á FM 957 og við Sveppi ætlum að prófa núna nýjan dagskrárlið sem við köllum talaði við símtal. Já. Hvernig listur á það nafn? Þetta er eitthvað sem enginn hefur áður gert í útvarpið þegar að vera að vitna stórviðburði. Já, við ætlum að ringja þetta núna, fer ég bara á já.is. Já, ringi bara eitthvað. Já, bara eitthvað gisteimilið ekki eitthvað. Já, bara name it, sko. Já. Bara hótel, gisteimilið, bændagisting, eitthvað. Já. Bara eitthvað fyrirtæki. Já, bara hótel Akureyri. Það er ekki bara fínt. Ok, og við ætlum bara að vera að tala yfir það. Já, við ætlum að ringja og ekki að tala við þann sem svarar. Nei, heldur bara við eins og við séum einhverju félag bara hvernig var upp á fjalli. Já, bara eitthvað spjalla. Já, ok. Og ekkert viðkomandi. Ok, ég syngi núna. Þetta getur farið úr skeis. Maður veit ekki hvernig þetta verður og það er það sem er svo gott við útvarpið, það er óvissan. Maður veit aldrei. Maður veit ekki hvernig það er að ringja. Hann var úti þarna í gær og ég vissi ekki betur en hann hefði komið heim fyrir löngu. Halló. En var hann ennþá með henni? Nei, þau voru búin að saman ykkur 2 mánuði eða. Halló. En hvað, okkur verður þá allt vitlaust? Því að hún kom inn á Dalvík bara löngu seinna. En var hún ekki á Akureyri á hótelinu þar eða? Jú.
Já, en á hverju hættu það þá saman? Já, þau eru ekki beint hætt saman. Halló? Er það ekki hætt saman nú? Ef að brjálast allt upp á fjallið, hljóta það að vera hætt saman? Já, en ég meina, það er ekki svo þetta að gerast í fyrsta skipti, sko. Nei, ég meina, hélt hann fram hjá hann, eða? Nei, alls ekki, sko. En hvað, það var eitthvað... Nei, veist, svo... Eitthvað fullur eða eitthvað, pottið. Ég meina, Stína... Það fór hann. Tíu þóttu hindi, hvað var hann lengi? Hann náði einhverjum 40 sekundum prófum með það annað hótel. Þetta var æði. Þetta er gaman. Ég vil þetta fyndi maður. Meira. Svo þægileg vinna. Meira. Ringjum í rugglið, meiri gríni. Til það? Hvað? Já, Guðjón. Það var Kolli. Halló. Var ekki Kolli? Hvað sér? Ég held að það hefði verið Kolli. Fór hann? Já. Þetta er hvað gert? Alveg pottið, sko. Ætlaði hann með það? Já. Hann var búinn að fylla út alla pappíra, sko. Halló? Það var mest að sann skriði. Ég held að hann hafi ekki alltaf að fara. Já, En okkur ringir það ekki hann, svo það verði ekki eitthvað vesen? Já, hann var búinn að melda sig í grúppuna, sko. Já, ok. En hvað er ennþá vesen á honum og fyrirhandi, eða er hún ennþá eitthvað stórkana? Nei, ég held að hún sé fælt í Köpen, sko. Já, kemur hann bara með. Já. Akkur ekki? Ég meina, ég er alveg til, sko. Hann er líka kannski ekki, hann alltaf var aldrei beint í þessum hóp, sko. Þannig séð. Ég veit ekki. Ég er alveg til að hafa með, sko. Þetta var hinn ótrúlegi dagskrárliður Talaði við Símtal. Halló. Já, í gangi. Það er aldrei að vita um þetta verið aftur næsta þriðjudag. Alveg pottið. Ég ætla að vona að einhverjum að núti að fundist þetta jafn gaman á okkur. Heldur það ekki? Fannst ekki einhverjum þetta jafn gaman? Þetta er bara skemmtilega sem ég hef gert. Já, þetta er æðislegur. Gerum við þetta aftur? Ekki strax. Meira. Það kom tíma á lag í FM 95 blöð. Ég held ég að bara spila þetta einu sinni áður. Þetta lag, svona, hvað ætla að sé, 2008, eða 2009, þá fannst mér þetta eitt besta lag sem ég hef heyrt. Það er ekki þessu. Kings of Leon, Use Somebody. Með Use Somebody hér í FM 95 blöð. Styttist í lagið á leiðinni heim. Já, það er Sveppi Krull. Já, það er smá breyting þar á. Ég er að leyfa ykkur gestastjórnundunum að velja lögin að þessu sinni. Það er út svo góður. Ég veit. Ég reyna alltaf að tengja ykkur inn í eins mikið og ég get. Já, bara ótrúlega fallið þetta er. Takk fyrir það. Hann valdi reyndar hrikalega flott lag í gær, hann Björn Bragi, og lag sem að ég hefði persónulega valið sjálfur í lagið á leiðinni heim, sko. Já, hvað er það? Það var Fuzzy. Fuzzy, I lie to you. Fuzzy. Jú, ógeðslega flott lag. Ég er ekki beint með svona þannig lag, sko. Nei, en hugsaði nú vel þessi liður gengur út á það. Þú ert að keyra heim til, tala ekki núna, það er þriðjudagur. Þriðjudagur eru ekkert mínir uppáhaldsdagar, ef ég var með heimskilinn. Ég er með pælingur hérna fyrir þig núna. Ég vil velja næsta lag, núna, sem við nú vorum að spila, og lagið á leiðinni heim. Þú veist ekki bara eiga fötið mín líka. Wow, þú ert að velja tvö ömuleg lög. Þú ert að velja tvö ömuleg lög. Já, sem að fólki finnst kannski ömuleg. Mér finnst þú geðvik. Ok, það fyrir eftir hvað er. Hvað ætlar að velja? Þess að lagið sem ætlar að velja þá núna, sem ætlar að hafa lagið á leiðinni heim, en ertu að fatta núna að það er ekki nóg gott til að vera lagið á leiðinni heim? Jú, það er alveg nóg gott, en það er meira svona partí í stuðlag, sko. Ok. Það er þetta kveiki mannskapnum, sko. Ef fólk er eitthvað að fara að rífa tappan af á þriðjudagskvöldi, þá á það... Það er enginn í því, ekki á þriðjudegi. Nei, hver? Tengja eftir helgina, maður. Já, það er ekki sniðuð hund. Eitthvað, jú. Það er kannski einhverju í sumafríi sem er að fara að fá sér 2-3 kalda. Já, einmitt. Þetta er lagið fyrir þá sem eru komnir í sumafrí. Ok. Og svo velja lagið á leiðinni heim. Þannig að þetta er ekki lagið á leiðinni heim? Nei. Voðalegt eitthvað erfiður. Þótt ég byrja 2 lög í þessum þætti. Hvað heitir þetta lag? Þetta heitir Kimbo. Nei, ertu að tala um Kimba með Retro Stefson? Já, Kimba. Kimba. Pepsi-Cola, Coca-Cola. Heyrðu? Þú að tala um þetta? Ó já, þetta er klikkað. Ég heyrði þetta á kótilettunni. Já. Þetta kemur kallinu með gýrin. Kjötbollan er dansandi hér í stúdíónu. Já, sérðu, þetta fær alla til að brosa. Ímyndu ykkur risastóra kjötbollu með augu og krullur og þið myndi láta hana rúlla niður götu, þá myndu þið sjá dansinn sem er í gangi hérna núna. Sveppa Krull. Gefa gumba, limpa, sumpa. Þetta er hægstandi lag, ekki það? Þetta er alveg grúi. Heyrðu, og ég ætla að finna lagið á leiðinni heim. Já. Hvaða lag?
Leiðinni heim, það ekki alltaf eitthvað svona gott, pínu þungt, jafnvel dramatíst, eitthvað sem færi til að hugsa lífið? Jú, ég sé þetta fyrir mér, ég kalla lagið á Leiðinni heim, þá sé ég sjálfa mig alltaf fyrir mér einan í bíl, sem ég nú reyndur oftast núna, þess að dagana. Og eitthvað svona, sem að færi til að hugsa, en eitthvað bara svo gott og þú hækkar í botn, með hvað ég tala um? Já. Ok, þannig að þú tekur það næst. Ég reyndar með virkilega gott lag hér fyrir, ykkur hlustendur og það föstudagslagið síðan síðast og það vel vinsælt núna. Þetta Won't Give Up, en þetta ekki með Jason Mraz, þetta með Chubby Little Loverboy. Chubby. Þannig ennþá 2-1 fyrir Tjekkum á móti Grikkjum. Ertu að meina? Ömurleik. Þetta eins og ég sagði að maður þyrfti að vera með bílun undir svo það væri gaman að þessu veldi. Sigurpúðinn Sverrir Bergmann Magnússon. Hversu huggulegur sá maður? Hann voða huggulegur eitthvað. Hvaða lag tók hann á fyrsta? Lúði samt þetta. Já, tók hann á það? I Won't Give Up. Það var fyrstaklagið síðasta fyrsta. Ég með lag fyrir hann sem hann þarf að taka. Nú, hvað lag það? Með nú mann ég hvað þetta er. Með Jack Black Joe. Já, hvað lag? Rain? Nei, það sem að Gellan syngur þetta. Já, Freedom. Já, viltu að syngja það? So why can't we hold Þú veit sigur að flowers Það örstu skilabóð og svo það lagi á leiðinni heim og það Sverrir Þór Sverrisson sem vilu það þessu sinni. Setja ykkur í gírinn. Hlustendavelun FM 957 2012. Söngvari ársins. Söngur ársins hér, það Jón Jónsson. Já, hver hefði búist við því? Já, mér langar að þakka ykkur kærlega fyrir. Þetta skiptir mér gríðarlega máli og bara takk allir sem kusu og þetta mjög gaman af því að, þú veist, ég söngari. Hlustendavelun FM 957. Tromp í nýjum umbúðum. Trompaðu daginn, fáðu þér tromp. Allir mánuðir ársins eiga að vera skemmtilegir. Þú hefur þetta allt í hendinni. Settum kortið og náðu í appið á hringtorg.is. Sumarleikur Kaffi Simson og Túborg í fullum gangi. Mældu í bjórkort og þú ert komin í pottinn. Túborg og Kaffi Simson, gleðilegt sumar. Varstu að kaupa hraunbita eða æðibita eða bara einhver aðra bita frá Góu? Kíktu hvort þú fékkst lökkunúmer með öskjunni. Allt sumarleik Góu og hvað þú vannst finnur á Facebook síðu Góu. Góu á símanskóp í allt sumar. Ekki kominn tími til að smakka eitthvað nýtt og gott? Nýr og gómsætur matseðill. Sjáumst N1 Ártúnshöfða. Opið allan sólarhringinn í Skeifunni, í Garðabæ og á Eiðistorgi. Hagkaup. Ein ferð, betra verð. Fanta sumardrykkurinn. Svalandi á heitum sumardegi sem og bjartri sumarnótt. Eigðu Fanta gott sumar. FM 957 kynnir í samstarfi við Pepsi Max, Túborg og Skapandi. Besta útiháttíðin, Gaddstaðar Flötum Hellu. Dagana 5. til 8. júlí. Bestu böndin, bestu plötusnúðanir og langt besta skapið. Framkoma 200.000 naglbítar, Botleðja, Sóldögg, Gus, Blasrokka, Páll Óskar, Úlfur Úlfur, Blárópar, Sigur, Friðrik Dór, Skítamórall, Ára Lives, Ingo og Viðguðnir, Agent Fresco, Á móti sól, Why Not Jack og 2 risadanstjöld í boði Elements og Agent.is. Fylgstu með á facebook.com/besta útiháttíðin. Miðasalan í fullum gangi á bestaútiháttíðin.is. Stýttist þér ekki G kom hérna og takk við á okkur Sveppa en já, við erum búin að gera ýmislegt í dag hérna við erum búin að fara við víðan völl. Já, við heyrðum í Múttu, við reyndum að hringja í kærastannars Herbert Guðmundssonar, fórum í nýjan dagskólið sem heitir Talaði við símtal. Já, það var snilt. Já, og svo vorum við með Sigga Hlöhotnið okkar og Sturlast, það er búin að vera nóg að gera hérna. Og þetta verður allt saman komið inn á vísi.is fyrir eitthvað sem að mistuð af þessu í dag, þá myndi ég bara fara inn á vísi í kvöld og hlusta á þáttinn. Ekkert betra heldur en að liggja bara upp í rúmið með iPodin. Já, og hlusta á það. Herru, Tjekkar, þeir vinna Grikki 2-1, þannig að þeir eru í ágætismáli núna. Tjekkar, það er öllu saman Tjekki. Já, það er umölulegur leikur eftir líka. Hver er mark í Tjekklandi? Tjekk. Hvernig var þessi? Allt í lagi. Þessi var góð? Já, þetta var allt í lagi. Það er Pólland og Rússland eftir, vissir það? Er það? Já.
Ekkert rosalega spennandi leikur einhvern veginn. Hvernig eru Rússarnir? Rússarnir voru undar ríkala górum til Tékkum, munum Tékka held í 4-1 í fyrsta leik. Hvað Þeir virka öflugir. Einhver sem það þekkir í Rússlandi? Einhver sem það þekkir í Rússlandi, Arsevin sem var hjá Arsenal. Arsevin í Arsenal? Arsevin, já. Ótrúlega, þetta er Hvað er það fyrir gleðipillum eða? Svo er líka hann er líka Pavlyuchenko sem var hjá Tottenham. Pavlyuchenko? Já, akkurat, Pavlyuchenko. Hver skýrði hann Palli? Hvað varst að gera þetta fram á hann? Ertu í því eða? Það er eins og að komið að því að Sveppi velji lagið á leiðinni heim og þú ert með það langt lag að við erum bara að kveðja og setja þetta svo á. Já, ég valdi ákvað að velja mjög langt lag af því að það eru margir sem búa upp í Mosó. Já, og eru kannski að fara að keyra allar leið þangað og geta að hlusta á það bara á leiðinni. Þetta lag er 6 mínútur en þetta er enda lag, ég á eftir að fá SMS núna bara, hvað hefur það að spila núna? Já, en þetta er bara eitthvað sem þú valdir. Já, mér er alveg saman. Þér er alveg saman. Allt þetta FM-lið verður bara að hlusta á þetta lag. Þetta er 6 mínútur af 24 klukkutími minna. Já. Sko, þetta lag, þetta er ekki beint svona lag sem að þú ert eitthvað grenjandi við, sko. Nei. Þetta er búin að eiga erfiðan dag í vinnunni. Já. Þú heyrir þetta lag í útvarpinu á leiðinni heim og þú gleymir öllu sem gerðist í dag. Þú rífur að bindið, þú hendir því aftur í, hneppir niður skyrtunni og byrjar að lemja í stýrið. Þá bara vitið það. Við Sveppi þakkum fyrir okkur þennan þriðju daginn. Já. Ég ætla að enda þess einkomu. Leið og ég segi lemja í stýrið, þá byrjar lagið, ok? Þú mátt enda þetta einhvern veginn. Já, við þökkum fyrir okkur og ég og Pétur Jóhann verðum mættir hérna morgun klukkan 4. Takk vel á móti Rikka G sem er að mæta hérna í stúdíóið. Það er hins vegar komið að Sveppa Krull, þessi sexy litli strákur ætlar að velja lagið á leiðinni heim og hvað eru að tala um, Sveppi? Þetta er lagið Sympathy for the Devil með hljómsveitinni Rolling Stones og kæru farþegar og akandi ökumenn til mig byrja að lemja í stýrið.